Ert í vonlausu sambandi. Veldu frelsi. Forsölunni lýkur 2. mars. Samsung. Komiði sæl og velkomin í Spursmál. Í ár ekki hlaupaár og þess vegna þetta síðasti dagur febrúarmánaðar, 28. febrúar. Og það nóg að taka í vikunni, bæði af innlendum og erlendum vettvangi. Aldrei nóg, segja menninir. Og við ætlum að taka ýmis mál fyrir. Stóra málið auðvitað landsfundur Sjálfstæðisflokksins sem verður settur síðar í dag. Bjarni Benediktsson, fráfarandi formaður, mun halda ræðu. Á morgun munu svo formans og varaformans frambjóðendur halda ræður sínar og á sunnudaginn kemur í ljós hverju munu leiða þennan næstu 100 ára gamla flokk, næstu 2 árin það bil. Og það etja kappi Guðrún Hafsteinsdóttir og Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir sem komi hér í viðtöl til mín í liðinni viku. Þær eru á fullu að safna atkvæðum meðal þeirra 2200 einstaklinga sem hafa seturétt á fundinum. Við vitum ekkert hvernig þetta mun fara, en það dálítið áhugavert að rýna í tölur veðbankana. Epic Bet segir okkur til dæmis að stuðullin á Áslaugu Örnu sé 1,7 og Guðrúnu 2,4. Hvað þetta segir vitum við raun og veru ekki, en Epic Bet var reyndar mjög nærri niðurstöðu kosningarna hér í vetur þegar við gengum til kosninga 30. nóvember. Svo varaformansslagur líka, þar etja kappi Jens Garðar Helgason og Diljá Mist Einarsdóttir. Þau eru að mælast hér með stuðulinn 1,82, þar segja Jens Garðar að austan og Diljá Mist úr Reykjavík með 3,3. Það verður dálítið forvitnilegt að bera saman niðurstöðurnar á sunnudaginn við þessar tölur og allt þetta auðvitað óvísindalegt. En það eru fleiri mál. Við auðvitað fylgjumst með alþjóðamálunum andaktu. Við vitum ekkert hvað Donald Trump og liðið í kringum hann í Washington að hugsa, en þeir eru allavega að koma málum á hreyfingu í Úkraínu og vonandi að það finnist einhver leið til að koma á vopnahléi í landinu á milli Rússa og Úkraínumanna. Hér í lok þáttarins ætla ég að ræða við Albert Jónsson fyrir sendiherra sem var sendiherra bæði í Washington og í Rússlandi og ræða við hann það hvernig þessi mál horfi við honum einnig staðinn í NATO. En það aðeins friðvænlegra líka fyrir botni Miðjarðarhafs. Þar heldur vopnahléð þó að það sé mjög veikburða staða akkurat núna, en menn að velta fyrir sér hver næstu skref verða. Hamas-samtökin náðu völdum í upphafi aldarinnar á Gazasvæðinu og snéru þar við þróun sem hafði verið ágætt. Þar var byrjað að byggja upp vísi að hótelþjónustu, strandsvæðum, enda þetta frábært svæði til slíks. En þetta hefur breyst í einn stóran hrylling, bæði undir stjórn Hamas-samtakana, en svo auðvitað líka eftir hinnar hræðilegu loftárásir Ísraela síðustu misserin. En Donald Trump, Elon Musk og þessir menn í Washington, þeir sjá hlutina með dálítið öðrum augum en við. Þeir settu til dæmis reynt ótrúlegt og fáránlegt myndband í loftið sem sýnir hugmyndir og það hvernig Gazaströndin gæti litið út. Fylgist þið með? Donald's coming to set you free, bringing the light for all to see. No more tunnels, no more fear. Trump Gaza is finally here. Trump Gaza shining bright, golden future, a brand new life. Feast and dance, the deal is done. Trump Gaza #1. Trump Gaza shining bright, golden future, a brand new life. Feast and dance, the deal is done. Trump Gaza #1. Já, undarlegt það, en kannski að kallinum undanskildum, þá þetta ekki versta framtíðarsýn sem maður geti hugsað sér fyrir þetta svæði og fólkið sem þar býr. En svo það fleiri mál af innlendu vettvangi. Við fjallaðum það á vettvangi mbl.is og Morgunblaðsins að Ragnar Þór Ingólfsson, fráfarandi formaður VR, hann skildi við félagið með því að nýta biðlaunarétt sem reyndar hugsaði fyrir menn sem að missa vinnuna að loknu formannsembættinu. Hann fór beint inn í þingið og reyndar gerist hann formaður fjárlaganefndar með hinn allra fínustu laun. Hann gaf dálítið sérstakar skýringar á því af hverju hann hefði ákveðið að nýta þessi biðlaun þvert á svona meginreglur sem að félagið sjálft hefur sett. Hann lítur á þessi neyðarsjóð fyrir sig og fjölskyldu sína ef hann skildi einhvern tímann í framtíðinni missa vinnuna og eiga erfitt með að fóta sig að nýju. Vandinn við þá röksemdafærslu hins vegar auðvitað sá að hann þingmaður til 4 ára og ef hann dettur út af þingi að þeim tíma liðnum þá mun hann líka njóta biðlauna frá íslenska ríkinu sökum þess. Það eru röksemdir sem halda ekki sérstaklega vel vatni. Gárungarnir segja að félagið VR standi ekki lengur fyrir virðing réttlæti, heldur varasjóður Ragnars. Ég selði það ekki dýrara
en ég keypti það. En hérna handan við hornið eru það Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar, og Sigríður Margrét Ósdóttir, sem framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins. Áður en að þeim kemur, þá skulum við hins vegar líta á þetta. Það aldrei logn molla yfir pólitíkinni hér á landi. Í vikunni fóru fram borgarstjóraskipti í Ráðhúsinu, fyrsta kjördæmavikan í þinginu gekk í garð og fulltrúar þjóðarinnar ferðuðust vítt og breitt utan landsteinana. Það var til að mynda brjálað að gera hjá Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur, eða Tokku Gunn eins og hún kölluð í hlaðvarpsheiminum, en hún talaði máli Úkraínu í kjölfar þess að 3 ár eru nú liðin frá innrás Rússa í landið. Þá ávarpaði hún mannréttindaráð Sameinuðu þjóðanna í fyrsta sinn og lagði mikla áherslu á mannréttindi og tilverurétt fólks. Virkasti þingmaðurinn á samfélagsmiðlum, Snorri Másson, tók kjördæmavikuna með trompi og lærði til að mynda nýtt orð, fæðu fullveldi. Þegar hugtakinu slegið upp hjá Árnastofnun skilar það þó engum niðurstöðum. En skrítið. Eftir allt stormviðriði í borginni hreppti Heiða Björg Hilmisdóttir borgarstjórastólinn í liðinni viku og hún 5. konan til að gegna því embætti. Hér faðmar hún forvera sinn í drasl og nú væntanlega fellur allt í ljúfa löð í borginni. Kristrún Frosta gekk á fund Zelenskís í Kænugarði á dögunum og var þar viðstödd minningarathöfn. Ferðalaginu til Úkraínu deildi hún á félagsmiðla þar sem 10 klukkustunda lestaferð var partur af prógraminu. Sem betur fer var hún í góðum félagsskap. Jón Gnarr steig inn í tímavél og hvarf aftur til fortíðar þar sem hann hringdi í mömmu sína úr tíkallasíma í Búðardal. Aðeins búin að fá sér. Ég kem heim í Búðardal. Flokkur fólksins hélt langþráðan landsfund og komu öllu sínu í stand líkt og alvöru stjórnmálaflokkum sæmir. Þær Dagbjört Hákonardóttir og Halla Hrund Logadóttir skelltu sér til Kóngsins Köpen og sóttu sinn fyrsta fund á vegum Norðurlandaráðs. Einar Þorsteinsson, fráfarandi borgarstjóri, gerði upp borgarstjóratíð sína sem stóð yfir í rúmlega ár með hjartnæmri myndafærslu á Instagram. En þegar ein dyr lokast þá opnast aðrar og í sömu viku greindi hann frá því að hann og eiginkona hans, Milla Ósk Magnúsdóttir, eiga von á litlu kríli von bráðar. Jón Gunnarsson varpaði svo sprengju inn í raðir sjálfstæðismanna í aðdraganda landsfundar þar sem hann sakaði flokkssystur sína og ísdrottninguna Guðrúnu Hafsteins að eigna sér sín verk. Æ, come on, stay classy nonni. Erlend stjórnmál verða farsakendari með hverjum deginum, en hér sést niðurskurðakeisarin Elon Musk taka við keðjusög frá Milei, hinum hárprúða forseta Argentínu, og sveifla henni á fjöldafundi í Maryland. This is the chainsaw for bureaucracy. Chainsaw! Vantar þig bílavarahluti? Á Polsen.is finnur þú bílavarahlutina út frá bílnúmeri. Velur viðeigandi varahluti og pantar. Við sendum allt land. Polsen.is. Herragarðurinn klæðir þig vel. Þá það komnar hingað til okkar í hádegismóna Sigríður Margrét Ósdóttir, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins og Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar. Þær hafa frá ýmsu að segja enda titringurinn talsverður á vinnumarkaðnum þó að allir séu búin að koma upp einhverjum pókersvip, allavega í svipinn. Það ekki rétt lýsing, Sólveig? Jú, ég nú reynda mjög léleg í pókersvipnum. Við erum alltaf að æfa okkur í Eflingu, sko. Þetta eitt af því sem við viljum gera þegar við förum í kjarasamningsviðræður. En ég með versta pókersvipna öllum. Menn vita hvaða spil þú ert með á hendi? Menn vita það kannski ekki alveg, en ég á ekki gott með að dylja tilfinningar mínar. Nei. Það gengur yfirleitt með illa. Ég sé bara eins og í blaðinu hér í morgun, það rætt við Vilhjálm Birgisson. Þú ert nú þegar búin að tjá þig. Allt tengist þetta nýgjarnu kjarasamningum kennara. Sigríður, þið vitið ekki nákvæmlega hvað í samningunum en miðað það sem að við höfum meðal annars flutt fréttir af, þá stefnir í að þetta sé 24% launahækkun á 4 árum. Við Sólveig sátum ekki við þetta samningaborð, þannig að við vitum ekki nákvæmlega hvað inn í samningunum. Það sem að við hins vegar gerðum var að við gerðum mjög í rauninni, hvað maður að segja, við gerðum samninga með algjörlega skýr markmið fyrir það bil ári síðan, þar sem að við ætluðum að leggja
leggja okkar að mörkum til þess að verðbólga geti lækkað og stýrivexti geti lækkað. Og það voru risasamningar? Risasamningar, það voru samningar sem eru að verðmæti eða kostnaðarauki fyrir atvinnulífið 4 ára tímabil hátt í 300 milljarðar. En inn í þessum samningum þá var einmitt verið að stilla af launahækkanir í takti það sem innistæða fyrir. Og þegar við þetta fáum fréttir núna, eins og þú ert að segja, 24% launahækkun, þá þetta bregður okkur mjög. En að því við sátum ekki við samningaborðið, þá þetta vitum við ekki nákvæmlega hvað í þessu felst. Ef þetta eru 24%, já. Til samanburðar, samningarnir ykkar eru metnir á svona rétt ríflega 14%. Já, sko, samningarnir sem við gerðum, þeir voru í fyrsta lagi þeir að við erum með almenna launahækkanir sem eru á bilinu 3,25 til 3,5% yfir 4 ára tímabil. Síðan erum við með gólf sem er 23.750 krónur og það þýðir það að þeir sem eru í rauninni með undir, ég held að séum 678.000 eitthvað svoleiðis, þeir sem eru með undir því, þeir fá hlutfallslega hærri hækkun heldur en þessi 3,5% af því þetta er náttúrulega hópurinn sem er með lægstu launin. En fyrir alla þá sem eru þá yfir þessum skurðpunkti, þá sömdum við þessar almennuhækkanir og yfir 4 ára tímabil, þá eru þær metnar, kostnaðarmetnar á þetta 14,5%. Hvorum megin eru kennararnir við þennan skurðpunkt? Ef að við horfum á bara grunnlaun, leik- og grunnskólakennara og framhaldsskólakennara eins og þau birtast á Hagstofunni fyrir árið 2023, þá sjáum við að þeir eru yfir þessum skurðpunkti. En aftur, það skiptir auðvitað mjög miklu máli í fyrsta lagi, ég held að það sé nú ólíklegt að þetta sé 24% fyrir alla tegundi, alla í rauninni kennara. Það er ekki flatt á. Nei. Þannig að með við til dæmis það sem að fjármálar- og efnahagsráðherra sagði í fréttunum í gær, þá gefur það okkur það til kynna að það hafi verið samið með allt öðrum hætti fyrir framhaldsskólakennara og það sé þá nær þessari launastefnu sem var samið Síðan auðvitað getur það verið líka að það sé inn í þessum samningum verið með einhverjum hætti að kaupa einhvers konar breytingar. Og það er auðvitað bara það sem á eftir að koma í ljós, en það sem er auðvitað bara lykilatriði, það er að ef við ætlum að hækka laun í samræmi við það sem er innistæða fyrir, þá vitum við það að heildarkostnaðarmat af launabreitingum má ekki fara upp fyrir þetta svona 3,5–4%. En þú nefnir þetta með skurðpunktinn að kennararnir virðast vera þar yfir, þá skiljið þið rétt að ef að þeir hefðu verið hluti af samningunum sem þið gerðuð í fyrra, þá hefði þetta verið 3,5% hækkun á þessa hópa. Í ár og næstu 2 ár og 3,25% á síðasta ári. 24% talan sem við höfum fjallað hún kemur, eru upplýsingar innan úr í raun og veru sveitarfélaga hlutanum. Framhaldsskólarnir eru hluti af ríkinu, en þetta væri þá sennilega nær því að tengjast hækkunum sem að leikskólakennarar og grunnskólakennarar fá. Væntanlega, en það sem er kannski mikilvægt líka að hafa í huga og það er eitt af því sem við höfum auðvitað heyrt núna, ríkisstjórnin sem að segja frá, en við höfum eftir svolítið að fá að vita nákvæmlega hvað í því felst. Það er að það er verið að leggja mikla áherslu á þetta sem heitir, þetta hugtak sem heitir virðismat starfa. Og ég held að þetta hugtaks virðismat starfa, þetta sé hugtak sem að fæstir þekkja. Þetta er kannski svona svolítið svipað eins og hugtaki borgaraleg ríkisstjórn, fæstir þekkja það, þannig að það er mjög ólíklegt að verði breið samstaða það meðan að fæstir þekkja það. En ef við bara tökum og einföldum þetta hugtak, virðismat starfa, mjög mikið, þá snýst það í rauninni fyrst og fremst það að það er verið að athuga hvort það sé verið að undirborga kvennastörf. Og það er auðvitað þá þetta verkefni sem væntanlega á að ráðast í, en það sem auðvitað vekur athygli hjá okkur, það er það að það sé ekki fyrst farið í það og síðan þá fundið út úr því, hvort að niðurstaðan gefi það til kynna að það þurfi að gera þarna einhvers konar leiðréttingu. Þeir semja strax 8%. Já, það er inn á borgun á virðismatið. Já, akkurat, ef það eru réttar tölur. En hitt er líka og ekki síður mikilvægt. Og það er það, ef þú ætlar að fara í þessa vegferð, þá verður auðvitað líka að meta til launa sérréttindi opinberra starfsmanna. Sólveig, virðismat starfa og kvennastörfin, 8%, er þetta ekki eitthvað sem að hljómar eins og góð músík í þínum erum, jafnvel jazz? Við náttúrulega í Eflingu höfum farið fram með kröfur það að það sem við höfum kallað sögulega vanmetin kvennastörf séu leiðrétt. Við gerðum það fyrst í samningunum við borgina 2020 og náðum þar árangri og héldum svo áfram í þeirri baráttu og gerðum sambærilega samninga í þeirri lotu við sveitarfélögin. Svo náðum við í þessum kjarasamningum sem við vorum hér að fara yfir á almenna markaðnum
því sem við töldum vera mjög góðan árangur fyrir ræstingahópinn sem langstærstur meirihluta konur. Það eru þetta núna mikla deilur í gangi á milli okkar í verkalýðshreyfingunni og samtaka atvinnulífsins það hvað verður og hvað hafi orðið þessar hækkanir, en við kannski ræðum þá eftir, ég veit það ekki. Hvað í þessu virðismati? Ég hef ekki hugmynd. Ef að það svo að hér á að fara að meta og bera saman þessi sögulega vanmetnu kvennastörf þá við önnur störf, þá veit ég að þessi umönnunarstörf sem að Eflingar konur og aðrar verkakonur hringinn í kringum landið eru að sinna eru auðvitað vanmetnustu störfin af þeim öllum. En tölum bara Eflingar hópinn, við erum hér með risastóran hóp sem starfar á leikskólunum, heldur þeim gangandi með vinnu sinni. Við erum með gríðar fjölmennan hóp til dæmis inn á leikskólunum sem í deildarstjóra stöðum, ber nákvæmlega sömu ábyrgð í þeim stöðum og faglærðir, leikskólamenntaðir deildarstjórar, þó á miklu verri launum, og nú verður launamunurinn væntanlega enn meiri eftir þessa samninga. Svo erum við með þennan risastóra grundvallar hóp fólks sem starfar inn á hjúkrunarheimilunum. Sem við fjöllum í blaðinu í morgun, sem eru á mjög lélegum launum. Þar höfum við til dæmis ekki samið einhverja sérstaka hækkun eða sérstaka leiðréttingu vegna þeirra sérstöðu sem að sáhópur í. Þannig að, ég meina ef það að fara hér eitthvað verkefni af stað, eitthvað virðismatsverkefni, þá að sjálfsögðu tel ég að við eigum að hafa mikla aðkomu að því, og ég tel að sjálfsögðu að þar eigi fyrst og fremst að leggja áherslu á þennan stóra hóp mestmegnis kvenna sem að býr hér við verulega skert kjör og á oft mjög erfitt með að ná endum saman. Þetta eru 2300 félagsmenn hjá ykkur inn á hjúkrunarheimilum að gegna þessum mikilvægu störfum. Og þú talar pókerfésið og mér finnst þú ekki mjög góð í því heldur í þessari frétt og þú segir nei, þetta tengist ekki neitt og það kannski tilhjörun að þetta ber upp á sama tíma, en þú ert að fara að setja þetta virðismat á borðið í þeim tilteknum samningum. Það þótt ótrúlegt megi virðast tilviljun að þetta að gerast á sama tíma, en það værum við með einhvers konar við gætum þá mögulega galdrað sem við getum ekki þó við getum ýmislegt. Sumir halda því fram. Já, sumir halda því fram, en það ekki þannig. Ef við hefðum getað látið þetta að læna svona, ef við hefðum getað ráðið því, svo auðvitað ekki. En þegar að þessi niðurstaða komin fram, þó það sé auðvitað rétt að við vitum ekki nákvæmlega hvað í þessum samningum sem að gerðir hafa verið við kennara af opinberum launagreiðendum, sem eru auðvitað stórir viðsemjendur við okkur, þá getum við ekki annað. Fyrst við erum komin í þessa stöðu að við getum ekki annað en sagt þessum samningum upp á hjúkrunarheimilunum, og þá munum við augljóslega skoða mjög vandlega hvað kennararnir hafa verið að semja og þrátt fyrir að við höfum tilkynnt okkar viðsemjendum sem og fulltrúa embættis ríkissáttasemjara það að við munum halda okkur við þá kröfugerð sem að við útbyggum og héldum okkur við í öllum samningaviðræðunum, þá ætlum við að skoða hvað þessar hækkanir þýða og mögulega breyta launakröfunum okkar í samræmi við þá þessa nýju launastefnu sem að hér komin af stað. Vilhjálmur Birgisson, hann talar með sama hætti á forsíðu blaðsins í morgun, Sigríður, þegar þú horfir á þetta og við erum ekki að sykurhúða það neitt. Þessi samningar sem að þarna voru undirritaðir eru að setja hluti algjört upp? Það eru þetta algjörlega óþolandi að hið opinbera ætli sér að leiða launaþróun í þessu landi. Við erum áður en þessir kjarasamningar eru gerðir, en aftur með þá þeim fyrirvara að það þarf að anda í maga og átta sig á því nákvæmlega hvað það sem felst í þeim. En áður en þessi kjarasamningar eru gerðir, þá vorum við búin að ganga frá samningum við 85% cirka af íslenskum vinnumarkaði. Það var búið að ganga frá, akkurat, þetta stór hópur sem þarna undir. Við vorum búin að ganga frá kjarasamningum með þessi markmið sem hafa haft þau áhrif að þegar við vorum í viðræðunum á sínum tíma, þá vorum við með verðbólgu í kringum 8%, nokkrum mánuðum áður hafðum við 10%. Við gerum þessa samninga með þessum hætti, fórum í þessa vegferð, erum sífellt búin að vera að minna á mikilvægi samningana, minna á í rauninni launastefnuna, minna bæði fyrirtæki á að vera samtaka í þessari vegferð, halda aftur af bæði launaskriði og verðhækkunum, minna hið opinbera á. Þetta hefur skilað okkur því að við erum núna komin með verðbólgu sem mælist 4,2%, 2,7%
án húsnæðisliðarins. Verðbólguvæntingarnar hafa verið á leiðinni niður, stýrivextirnir eru byrjaðar að lækka, við erum komin á allt annan stað heldur en við vorum. Þannig að það að sko hið opinbera komi núna og ætla að fara fram með öðrum hætti, það verða að koma mjög sterk og skýr rök fyrir því af hverju það gert. En ef kostnaðarmatið svona, sem og sveitarfélögin tala þannig, bara eins og í viðtali dagmálum í morgun sem Almar Guðmundsson og Ásdís Kristjánsdóttir koma. Það stefnir í það að þetta sé 24% versus 14% sem þið sömduðum. Hið opinbera bara að ganga á bak orða sinna eftir alla halleluja samkomuna hér á síðast ári þegar þið genguð í eina sæng og ætluð að leysa hér efnahagsvanda þjóðarinnar til næstu 4-5 ára. Við höfum í Eflingu tilkynnt okkar viðsemjendum sem eru á opinbera markaðnum. Á fyrsta fundi þá það fyrsta sem við höfum sagt að Efling mun fylgja þeirri launastefnu sem var samið. Það hefur alltaf verið 100% á hreinu. Svo höfum við sett orkuna í það að leysa úr hinum ýmsu vandamálum sem að plaga vinnustæði Eflingar fólks. Sérlausnum. Þannig að við höfum verið 100% heiðarlega með þetta og við höfum 100% fylgt þessari launastefnu sem að við auðvitað tókum þátt í að móta. Ef við skoðum þær hækkanir sem að til dæmis starfsfólk Eflingar, félagsfólk Eflingar sem starfar á hjúkrunarheimilunum myndi hafa fengið í þessum 4 ára samningi sem að við höfum nú tilkynnt að við munum segja upp, þá hafa það verið svona ríflega 18% hækkun. Og jafnvel þó að við séum hér ekki búin að sjá allt sem í þessum kennarasamningi, þá vitum við samt auðvitað að þarna verið að semja eitthvað miklu meira en það. Ef við skoðum hvað við sömdum við Reykjavíkurborg, þá vorum við að semja á 4 ára tímabili svona 16,5% upp í rétt ríflega 18%. Þannig að aftur augljóst að borgin búin að semja miklu meira við þennan útvalda hóp og það áhugavert fyrir okkur í Eflingu að svona fylgjast með og greina þær kröfur sem að kennaraforystan hefur sett fram og sem hafa verið í umræðinni. Fyrst var talað það að það þyrfti að leiðrétta eitthvað samkomulag eða standa við eitthvað samkomulag sem að gert hafi verið árið 2016 í samningum og það verður þá komin tími til þess að gera það akkurat núna. Nú svo talað það í kjölfar undirritunar þessara kjarasamninga að þetta sé hópur sem hafi bara launalega almennt setið eftir, þannig að þarna greinilega hægt að koma fram með svona ýmsar ástæður fyrir því af hverju þarna eigi að semja hærri laun. Og mér finnst raunverulega vitandi auðvitað að það ýmis vandamál inni í skólum landsins, vandamál í leikskólum, líkt og öll þau fjölmörgu vandamál sem að plaga hjúkrunarheimilin til staðar, þá hef ég ekki ennþá heyrt af hverju kennarar af öllum þessum mikilvægu stéttum hefðu átt að fá þessar umfram hækkanir. Og ég veit alveg með því að segja þetta, þá ég að styggja kennaraforystuna og marga aðra, en þetta bara sannleikur málsins og þetta bara afstaða stjórnar Eflingar og samninganefnda Eflingar. En gátu yfirvöld annað en sami við á út af þessum verkfallsaðgerðum? Þetta var farið að hafa eyðileggjandi áhrif og líka á hópa sem ekki þoldu það mjög vel. Ég ætla nú líka þá að fá að segja það að það hefði nú aldeilis eitthvað verið sagt hátt og mikið og oft ef Efling hefði verið í verkföllum sem hefði verið skipulögð og framkvæmt með þeim hætti sem við höfum hér hort á hjá kennurum. Þið hefur nú farið í allsvakalega verkföll. Við höfum farið í svakalega verkföll en þau hafa aldrei nokkuð tíman verið framkvæmt með sambærilegum hætti og við sáum þarna þegar við til dæmis fórum í löngu verkföllin við Reykjavíkurborg, þá vorum við ekki að velja út einhverja nokkra staði og láta verkföllin bitna á þeim. En þið gerir það með hótelin? Það auðvitað bara allt annað að ræða. En það nákvæmlega sem aðferðafræði? Nei. Alls ekki. Það bara ger ólíkt vegna þess að ef við horfum á verkföllin sem að kennarar og sem að Efling fór í við opinbera launagreiðendur, þá erum við auðvitað í Eflingu, tókum bara allan þann opinbera launagreiðenda og fórum í verkföll. Þegar við erum í verkföllin við hótelin þá aftur, við bara skoðum launagreiðanda og förum svo í verkföll þar. En það auðvitað mjög ólíkt. Það auðvitað mjög sérstakt að verða vitni að því að sjá opinbera starfsmenn í skæruverkföllum. Enda voru auðvitað þessi verkföll síðan dæmd ólögleg. En það sem kannski lykilatriði í þessu, óháð einmitt þessu, óháð í rauninni pressunni sem þú stendur frammi fyrir, það þetta, innistæða fyrir launahækkunum eins og þessum. Við vitum það að ef við
hækkum laun umfram það sem innistæða fyrir, þá fáum þau baki. Þannig að spurningin sem við eðlilega spurjum núna hver á að borga. Vegna þess að það að ætla að tala það að ná efnahagslegum stöðuleika, það tómt mál ef þú nærði ekki tökum á launaþróun í landinu. En Ásdís Kristjánsdóttir, bæjarstjóri Kópavogi, búin að svara þessu. Já, hún eitt af stærstu sveitarfélögum landsins, hún segir það bara óhjákvæmilegt að hér verði farið í annars vegar gjaldskrárhækkanir og hins vegar hagræðingu sem að þýðir þá væntanlega kaupmáttarrýrnun og fækkun starfa. Já, svo skulum við þá líka, fyrst að það farið að halda þessu fram fullum fetum, þá skulum við líka rifja það upp að forsendu ákveðin í kjarasamningum snúast ekki aðeins það að verðbólgan verði komin vist niður, heldur líka það að stjórnvöld og sveitarfélögin stilli öllum gjaldskrárhækkunum í hóf. Þannig að fólk þarf nú aðeins að fara varlega þarna vegna þess að valla vilja sveitarfélögin eftir að hafa samið þessa ríflegu umfram hækkun til kennara verða svo líka völda því að kjarasamningarnir á almenna markanum komist í uppnám af því að þeir fara í einhverja massívar gjaldskrárhækkanir. En stóri samningurinn sem að þið undirrituð fyrir, hann til endurskoðunar í september. Eitthvað í samningunum sem slíkum ef að landið liggur eins og við teljum sem gefur tilefni til þess að segja þeim upp þá? Eru einhver verkfæri til þess að hleypa því Já, til dæmis eins og ég var hér að segja, ef að núna skellur á með einhverjum gjaldskrárhækkunum, þeir fara nú að það ekki gjaldskrárhækkanir fyrir áramótin. En ef að þessi tilkynning þegar komin fram og við sjáum fram á að svo verði, þá þetta ekki eina endurskoðunar tímabilið sem að við erum núna að fara inn í, það verða þetta aftur endurskoðunar tímabil og aftur það bara algjörlega skýrt af okkar hálfu í verkalýðshreyfingunni að þetta snýst ekki aðeins það að þessum stóru markmiðum í kjarasamningnum verði náð sem að verðbólgan fari niður og lífskjör okkar allra batni við það, heldur líka það að stjórnvöld og sveitarfélögin standi við gefin loforð, enda það svo að Efling og mér treysti mig til þess að fullyrða aðrir sem voru með okkur í breiðfylkingunni hefðu aldrei getað fallist á að skrifa undir svona hóflegar launahækkanir nema vegna þess að ríkið kom að borðinu með nægilega myndarlegum hætti sem að gera það verkum að við gátum fallist á þetta. Það voru 20 milljarðar millifærslur. 80 milljarðar á 4 ára tímabili það bil. Og fólk þarf að standa við það. Jafnframt var því lofað að gjaldskrárhækkanir hjá sveitarfélögunum yrðu innan vissra marka. Voruð þið ekki bara látin hlaupa 1. apríl hann í fyrra? Við? Já, miðað það hvernig sveitarfélögin og ríkið... Ég held að það hafi bara komið upp eitthvað paníkástand hjá við sem myndum kennara. Ég held að nýr borgarstjórnar meirihluti og nýr ríkisstjórn hafi ekki treyst sér til þess að gera annað, heldur en að fallast á kröfur kennara og að vissu leyti getur maður haft skilning á því. Og krossað á fingur að risasamningarnir myndu halda? Erfið staða, en fólk verður að hugsa fleiri en 1 eða 2 leiki fram í tíman og okkar afstaða í Eflingu svo að fyrir hvort sem það eru viðsemjendur okkar á almenna markanum eða á opinbera markanum, þá hlýtur það að skipta megin máli að reyna eftir bestu getu að halda frið við Eflingu á vinnumarkaði. Við komum í þessa vegferð af heilum hug, gerðum þessa hófstilltu kjarasamninga á almennu markaði vegna þess að við trúðum á þetta stóra verkefni og eins og áður segir vegna þess að við fengum þennan pakka svo kallega frá stjórnvöldum. Vilhjálmur segir að þetta sé fullt reynt eftir þetta. Já, Vilhjálmur segir það. Það bara getur vel verið að svo sé. En það á að halda frið við Eflingu á vinnumarkaði. Við erum með þetta risafélag. Ég gerir kröfu það, absolutt, og það eru afleiðingar ef það ekki gert. Það eru afleiðingar ef það ekki gert. Við erum með 28.000 manna félag, ómissandi vinnuafls höfuðborgarsvæðisins sem knýr hér áfram alla verðmæta sköpun og ef að fólk getur ekki haldið trúna og tryggðu við okkur í kjarasamningsviðræðum þá að sjálfsögðu hefur það mjög alvarlegar afleiðingar. Fyrsta sem ég langar til þess að segja, það eru þetta það að ég held að segja að það er afar ólíklegt að í september á þessu ári að það komi til þess að forsendur í þessum kjarasamningum ekki haldi. Varðandi það að þessi fullri þá aftur minni ég á ávinningin af þó því sem að við höfum áorkað hingað til. Það er hins vegar þessi tímapunktur akkurat núna þegar að þið opinbera að stíga fram með þessum hætti sem að truflar okkur. Og það er ekki bara út af
kjara samningum á almenna vinnumarkaðnum, heldur það líka út af ríkisfjármálunum og út af fjármálum opinbera, eða semst út af fjármálum sveitarfélaga. Ef við horfum til dæmis bara á ríkisfjármálin akkurat núna, þar sem að nýbúið að kalla eftir hagræðingatillögum og við skilum inn hjá Samtökum atvinnulífsins mjög ítarlegum hagræðingatillögum til ríkisins, þá vitum við það að sko hátt í helmingurinn af útgjöldum ríkisins eru annars vegar launakostnaður og hins vegar framlög til almannatrygginga sem á núna að tengja við launavísitölu, þannig að það skiptir öllu máli með hvaða hætti laun þróast í landinu ef við ætlum að ná efnahagslegum stöðugleika. Ég tek undir með þessum Sólveig Anna sagði áðan, ég held þegar maður horfir yfir svona þróunina í þessum viðræðum, þá virðist vera sem það hafi einhver svona pólitískur titringur eða byrjenda mistök eða hvað svo sem það haft umtalsverð áhrif þarna. Vegna þess að sko stjórnmálamenn eiga auðvitað ekki að skipta sér af kjara viðræðum á viðkvæmum tímapunkti og við sáum bæði yfirlýsingar frá menntamálaráðherra, við sáum líka yfirlýsingar frá formanni Sambands íslenskra sveitarfélaga það að það væri ekki útilokað að Reykjavík myndi draga sig úr samstarfinu og svo sáum við líka yfirlýsingar frá ríkisstjórninni þegar að ríkissáttasemjari leggur fram tillögu þegar við höfum áhyggjur af þeirri tillögu sem okkur varst vera há sem var þó lægri heldur en svo sem að endanum var samþykkt. Þannig að það svona kannski kjarni málsins þess vegna bara alveg gríðarlega mikilvægt að horfa á þetta núna og læra af í rauninni þá þessum mistökum og leiðrétta kúrsinn. Við höfum tíma til þess, við eigum eftir að fá frekari upplýsingar nákvæmlega í hverju þessi samningar felast. En stéttabaráttan pólitísk, segir þú Sólveig? Hún auðvitað hápólitísk. En þá nokkuð að því að Ásthildur Lóa og aðrir ráðherrar séu með puttan í þessu? Ég veit ekki nákvæmlega hvað þar átti sér stað, en mér finnst ekki við hæfi að ráðherra komi ef að það það sem að gerðist og fari inn í eina tiltekna kjaradeilu til þess að leysa málin þar. Ef að ráðherra ætlar að koma og hafa afskipti af eða taka þátt í kjaraviðræðum, þá þarf auðvitað bara eitt yfir alla að ganga þar og við skulum heldur ekki gleyma því að ríkisstjórnin sem áður sat hafði pólitískt hugrekki til þess að koma að kjarasamningsborðinu með þeim hætti sem að dugði til þess að við gátum undirrita kjarasamninga sem að fóru svo í atkvæðagreiðslu hjá vinnandi fólki all land, alls staðar samþykktir, hjá Eflingu var mikil þáttaka miðað við aðra kjarasamningskostningar á almenna markaðnum, afgerandi niðurstaða fólk samþykkti þessa kjarasamninga, þannig að auðvitað trúi ég á mátt stjórnmálanna til þess að hafa aðkomu að því að skipta sér af því hvernig kökunni skipt hér, en aftur það gengur ekki að einn ráðherra fari og skipti sér af einhverju einni deilu vegna þess að þar sé hans eða hennar bakland háværast. Það auðvitað hennar stétt, Ásthildur Lóa kemur úr kennarastéttinni og ég held að trúi ekki nokkuð maður að þessi aumingjars skrifstofustjóri í menntamálaráðuneytinu hafi álpast fyrir eigin ramleik inn á skrifstofu hjá Ástráði Haraldsinni. Svona afskipti einstakra stjórnmálamanna að stíga inn í kjaraviðræður á viðkvæmum tímapunkti fyrir utan það að þú veist, þetta náttúrulega arfaslök samningatækni. Arfaslök. Þá það líka þetta spurning fordæmið og það verið að gera fleiri samningar núna. Inn í hvaða deilur verður stigið og með hvaða hætti. Slökkviliðsmenn? Þetta allt ástæður fyrir því að okkur finnst mikilvægt að vekja athygli á þessu og ræða þetta og læra af þessu. Já, þannig að það er svolítið staðan eins og hún en aðeins bara ég verð að fá að koma inn að það því að og ég veit að ég ekki að segja neitt sem að kemur viðsemjandi mínum hér við hliðina mér Sólveig Önnu óvart, en varðandi aðkomu stjórnvalda að kjarasamningum, þá skiptir auðvitað, þú veist, og þetta einhver hefð sem að hefur myndast á Íslandi. Stjórnmálamenn koma að og hafa komið að kjarasamningum, ef við horfum alveg aftur til ársins 1990 með mjög fjölþættum aðgerðum í hvert sinn. Þetta eitthvað sem að eðli málsins samkvæmt, verkalýðshreyfingin hefur mikinn áhuga á, þetta eitthvað sem að við höfum minni áhuga á og okkar afstaða í
öllum viðræðunum sem við áttum og okkar upplýsingagjöf til einmitt stjórnvalda var öll á þann veg að sko þetta væri ákvörðun sem stjórnmálamenn verið að taka byggt á því lýðræðislega umboði sem þeir hafa. Enda líka held ég að þetta sé í mörgum tilfellum ákveðin freistnivandi fyrir stjórnmálamenn að fá að taka þátt í þessu risastóra efnahagslega verkefni sem að gerð kjarasamninga og koma í rauninni svona ákveðnum málefnum að þar. En þar sem að við auðvitað lögðum alveg gríðarlega mikla áherslu á við stjórnvöld á sínum tíma, það var að ef að þau tækju ákvörðunum að koma að kjarasamningum með þessu, að það væri þá ekki gert á kostnað verðmætasköpunar eða atvinnulífsins í landinu, öðruvísi heldur en þá að við værum þá við upplýstum það fyrirfram, af því að þá myndi það fara inn í kostnaðamati hjá okkur. Af því að Sólveig Anna veit að það sem að mér þótti kannski einna vænstum og mikilvægast í öllum sem viðræðum sem áttum, það var auðvitað kostnaðamati. Vegna þess að ég vissum það, við vildum ná samningum sem rúmuðust innan þessa svigrúm til þess að geta náð þessum markmiðum sem við vorum að setja okkur. Af því að þú veist, þetta geta verið með umhverfi þar sem að bæði fólk og fyrirtæki geti gert framtíðaráætlanir sem að halda. Það er bara alveg ótrúlega mikils virði og það er bara svo ótrúlega þreytandi að vera í sífelldri krísustjórnun að því að verðbólga og vextir eru svona háir eins og eru búin að vera á Íslandi undanfarin ár. Við í Eflingu höfum alltaf sagt það sem að skiptir okkur mestu máli og svo áhersla sem að við leggjum í megin áherslu á í öllum kjarasamningsviðræðum er einmitt þetta. Við viljum að verka- og láglaunafólk geti hort fram í tíman og haft einhverja tilfinningu fyrir því hvernig fjármál þeirra verða, hvernig aðstæður þeirra verða inn í framtíðinni. Og við viljum aukna verðmætasköpun sem að skilir sér til þessar hópa. Við viljum aukna verðmætasköpun sem að er auðvitað það sem að Eflingarfólk vinnur við að gera, skapa verðmætin og í umönnunarstörfum gera öðrum kleift að fara til vinnu sem að skapar verðmætin. Það er auðvitað svo að í lýðræðisríki eins og því sem að við búum í, þá hafa stjórnmál sem betur fer meira og annað hlutverk en bara það að vera einhvers konar framkvæmda aðilar auðstéttarinnar í ríkisfjármálum. Það er auðvitað risavaxið hlutverk stjórnmálanna að einmitt tryggja að gæðunum sé skipt með sæmilega jöfnum hætti. Það hefur auðvitað gengið misvel og því miður oft á tíðum afskaplega illa. Sigríður Margrét og félagar hennar í samtökum atvinnulífsins hljóta að fagna því að stjórnvöld komi að borðinu vegna þess, eins og Sigríður Margrét fullvel veit, þá hefðum við aldrei fallist á að skrifa undir kjarasamninga með svona hóflegum hækkunum nema vegna þess að ríkið var þarna tilbúið til þess að axla ábyrgð á vissum parti í það minnsta tilveru skilyrða vinnandi fólks og enn sem komið hefur það ekki verið svikið. Það var grundvöllurinn fyrir því að við gátum gengið frá kjarasamningum út frá þessu dýrmæta kostnaðarmati samtaka atvinnulífsins sem við auðvitað deildum lengi þannig að það hljómar ekki alveg samfærandi þegar samtaka atvinnulífsins koma fram og segjast vilja minnka aðkomu stjórnvalda ekki nema þá að samtaka atvinnulífsins vilji að kjaradeilur verði harðari, erfiðari með langdregnari verkföllum sem að kosti atvinnurekendur meira. Þetta mál náum við ekki að útkljá hér á þessum vettvangi að þessu sinni, en lykilorðið kom. Ég hefði ekki getað farið sáttur og sofið í kvöld ef að hugtakið auðstétt hefði ekki komið fram í samtal okkar. Tekja Sólveig Anna, þakka þér kærlega fyrir komuna og Sigríður Margrét, gangi ykkur vel á ykkar vettvangi og vonandi að þið náið að kæla umræðuna þannig að hér fari ekki allt í kalda gól. En við höldum áfram með ítarlegan og góðan þátt. Hér handan við hornið Helgi I. Jónsson, fyrrum hæstaréttardómari. Hann er með all svakalegt mál sem að hann mun bera hér á borð innan nokkura mínútna. Gjörðu svo vel. Hvern langar þig að hitta í dag? Henning Eymundsson. Ristnan á leiðinni niður. Gott eða slæmt? Cardio, einfaldari útgjöld. Komdu og reynslaktu glænýjum Toyota Land Cruiser 250 hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota, förum lengra.
Við þökkum þeim stöllum fyrir komuna, Sigríði Margréti Óðsdóttur og Sólveig Jónsdóttur, að ræða sannarlega ekkert léttmeti íslenskan vinnumarkað og við förum ekki úr einu léttmetinu í annað heldur í stórmál sömuleiðis. Nýverið kom út afmælisrit stórt og mikið hjá hinnu ægilega fína útgáfufélagi Fons Juris til heiðurs Markúsi Sigurbjörnssyni 70 sem var hæstaréttardómari áratugaskeið á Íslandi. Í einni af greinunum í þessu riti skrifar Helgi Jónsson fyrir hæstaréttardómari samfélagsþjónustu og hann með mjög áhugaverðar vangaveltur þau mál og kemst að niðurstöðu sem að ég leyfi mér að segja sér sláandi. Helgi kominn hingað til mín og ég ætla að ræða við hann innihald þessar greinar og þetta merkilega fyrirbæri sem samfélagsþjónusta inn í refsivörslukerfinu Blessaður Helgi. Já, blessaður. Byrja því að þakka þið fyrir þessa grein sem að var áhugavert að plægja sig í gegnum þetta mál sem að, þegar maður lítur yfir sviðið, fer ekkert mjög mikið fyrir í opinberu umræðu. Hvað samfélagsþjónusta svona séð frá þínum augum? Já, samfélagsþjónusta viðurlaga úrræði þar sem að lögð sú skylda á þá sem hafa gerst brotlegir við lög að vinna ákveðin tímafjölda í frítíma sínum launalaust. Er hægt að hugsa þetta, þegar ég hugsa þetta sem leikmaður bara út í bæ, þá veltir maður fyrir sér hvort að þetta sé einhvers konar eins og millistig milli skilorðsbundins og óskilorðsbundins dóms? Já, þetta í þessu felst að sú skylda lögð á menn að vinna launalaust í frítíma sínum, í því felst frjálsræðissvipting og þetta hefur líka yfir sér blæ nauðungarvinnu, þannig að þú gerir þetta launalaust í frítíma þínum, þannig að þarna bæði frjálsræðissvipting að ræða og ákveðna nauðung. Þannig að það sem að samfélagsþjónusta hefur tekin upp í Evrópu, hvarvetna það sem hún hefur tekin upp, að þá vegna þess að þetta úrræði hefur í för með sér viðurlög við afbrotum, að þá hefur þetta verið falið dómstólum. En svo sérkennilega leið hefur verið farin hérlendis að kalla þetta fullnustu úrræði. Þetta úrræði var fyrst tekið í lög í tilraunaskyni 1995 og þá var heimilt að fullnusta óskilorðsbundna fangelsisdóma alltaf 3 mánuðum. Síðan þá var það sérstök nefnd sem tóku ákvörðun það hvort menn fullnægði skilyrðum að geta sætt samfélagsþjónustu. Síðan var þetta fest í lög sem var varanlegt fullnustu úrræði 1998 í lögum fangels og fangavist. Þá var þessi heimild hækkuð í 6 mánuði. 2005 var hún hækkuð í 9 mánuði, 2016 í 12 mánuði. Og svo 2021 í 24 mánuði eða 2 ár, þannig að nú síðan var það framlengt 2024 til 2027, 1. júlí 2027, þannig að Fangelsismálastofnun hefur heimild til þess að setja menn sem hafa sætt alltaf 2 ára fangelsi, óskilorðsbundið fangelsi í samfélagsþjónustu. Og þar með í raun breyta niðurstöðu dómsorðs frá dómstólum. Í þessu felst að áhrif dómsorðs eru algjörlega afmáð og í mínum huga önnur og mun vægari refsing ákveðin, en það sem líka í þessu það að dómstólum ekki gert kleift að beita þessu úrræði í sínu rétta formi sem ég tel að þetta sé viðurlaga úrræði. Þannig að Fangelsismálastofnun, eftir því sem ég skil best, að þá þeir sem hafa verið dæmdir í 2 ára óskilorðsbundið fangelsi, þeir geta sótt það að fá þessa leið, sé fallist á það að þá sleppa menn auðvitað undan því að fara inn í fangaklefa.
En það ekkert sem að gerir dómendum og þér á sínum tíma þá kleift að horfa á mál og segja hér maður sem hefur brotið af sér, það verður skulda 3 eða 6 mánaða fangelsi og það ekki hægt að segja annarkvort fangelsi eða samfélagsþjónustu. Þetta náttúrulega mjög bagalegt að dómar eiga bara ekki kost á að beita þessu úrræði og menn náttúrulega standa eðurlega frammi fyrir því að hefði dómstólum verið kleift að beita þessu úrræði þá hefði þeir dæmt menn í samfélagsþjónustu en ekki óskilorðsbundið fangelsi. Í mörgum málum sem mörgum málum og það allir sammála það að samfélagsþjónusta í sjálfu sér hefur hvarvetna sem hún hefur verið tekin upp gefist mjög vel og þetta mjög gott úrræði, sérstaklega hendar þetta í mínum huga gagnvart þá ungum afbrotamönnum sem að hafa þá eitthvað misti í sig og fengið skilorðsdóm, síðan sér maður það að þessi menn eru á réttri leið og staðinn fyrir að dæma þá í óskilorðsbundið fangelsi þá náttúrulega miklu eðlilegra að dæma þá í samfélagsþjónustu. En þetta þegar maður skoðar söguna sem þú rekur ágætlega í greininni allt til þess þegar þetta tekið upp í Englandi og síðan á Norðurlöndum og víðar að þá hugmyndin kannski ekki sprottinu fyrst og fremst til þess að koma með betrunarúrræði. Þetta einfaldlega vegna þess að fangelsismála yfirvöld eru í stökustu vandræðum með að fullnusta refsi ákvarðan dómstólana. Já, þetta var náttúrulega vegna þess að þetta úrræði var tekið í skoðuna vegna þess að fangelsismála voru yfirfull og þetta var talið henta mjög vel til þess að svo margir þyrfti ekki að sæta fangelsisvist og en það fór fram til dæmis í Englandi sem að upphafið að rekja til gríðarleg vinna og það var fjöldi úrræða sem að kom til skoðunar en þetta var talið það besta og þeir heimiluðu þetta englendingarnir í tilraunaskyni hjá nokkurnum dómstólum, þetta gafst mjög vel og svo til að gera langa sögu stutt þá var þetta lögtekið í England og Wales 1975. Danir síðan fór í framhaldinu að taka þetta til skoðunar hjá sér, gríðarlega mikið vinna sem fór fram í Danmörku þetta úrræði og mikla skýrslur gefnar út og Noregur tók svo við og samfélagsþjónusta var leidd í lög sem miðlæga úrræði í þessum löndum 1991 og 1992. Þannig en það hefur engum dottið í hug, ekki held ég einu einasta löggjafarþingi að telja samfélagsþjónustu vera fullnustuúrræði. Já, það að segja verkfæri fyrir framkvæmdavaldið. Verkfæri fyrir framkvæmdavaldið og þannig að þetta svona grundvallaratriði í mínum huga að þessu viðurlögu úrræði sé beitt á dómstólum en ekki ákveðið með einföldum hætti eins og ég tel að hafi verið gert hér að skilgreinda sem fullnustu úrræði bara með einu pennastriki og ekkert farið út í það hvort að það sé eitthvað óeðlilegt við þetta eða hvort að þetta komi eitthvað í veg fyrir það að dómstólar geti gegnt hlutverki sínu í refsivörslukerfinu. Þú ert að velta þessu upp í tengslu við þrígreiningu ríkisvaldsins. Það eins og að löggjafinn hafi falið stofnun innan framkvæmdarvaldsins að gjörbreyta niðurstöðu dómstóla. Já. Án þess að dómstólar hafi nokkuð það að segja eða geti hlutast til það. Já. Gengur þetta þá í berhögg við ákvæði stjórnarskrárinnar þessa þrígreiningu? Já, í mínum huga það alveg skýrt að þetta gengur í berhögg við stjórnarskrárinnar vegna aðskilnaðar dómsvalds og framkvæmdarvalds áður en að þetta úrræði samfélagsþjónusta var tekin upp sem fullnustuúrræði, þá var það hlutverk fangelsismálastofnunar að fullnusta dóma dómsvaldsins en ekki að breyta þeim og ákveða önnur viðurlög en dómstólar höfðu gert. Þetta á líka við og þá vararefsing dómstólsgerð þá ákvörðun dómstóls refsingu gerða vararefsingu. Þetta á líka við fésektir, þar sem getur verið himinháa sektir að ræða þar sem að ef maður greiðir ekki sekt innan ákveðins tíma að þá sem sagt á hann að fara í fangelsi alltaf 1 ári en í staðinn getur bara tekið þessa háu fésektu út með einhverjum dagafjöldi samfélagsþjónustu á, já, ég myndi segja
gríðarlega góðu kaupi. Já, myndi standast alla kjarasamninga. En annað sem að maður nýtur það í þessu sögulega tilliti England, Danmörk, Noregur og fleiri og þessi vandræði með það að menn eru með yfirfull fangelsi. Hér byrja menn á þessum 3 mánaða ramma og manni bregður þegar að þú virðist hafa leitað af þér vafa með það að það verið heldur einhver þjóðríki dottið í hug að yfirfæra samfélagsþjónustuna á langa dóma. Nei. Maður hefur séð dæmið þarna 6-9 mánuði jafnvel upp í ár, en þarna frá 2021 búið að tvöfalda þá lengt. Já. Ég skrifaði grein þarna í tímarit lögfræðingur 1998, þar sem ég komst að þeirri niðurstöðu að þetta væri mjög þægilegt fyrir máli yfirvöld að hafa þetta allt í hendi sér og bara eftir því hvernig stæði á fjölda manna sem biðu eftir afplánun, óskilorðsbundinni dómöku, að það væri mjög gott að til þess að fækka mönnum á biðlistanum, að þá væri bara mjög haganlegt að láta á senda samfélagsþjónustu og stytta þannig boðunarlistana. Og ég er nú Ég segi bara að þetta hefur raungerst í framkvæmd vegna þess að fyrst voru þetta 3 mánuðir, síðan 6 mánuðir, svo 12 mánuðir og komið upp í 24 mánuðir. Þannig að þessi kenning mín sem var sett fram 1998, hún hefur í reynd raungerst. Nú hefur þú verið í þeirri stöðu sem fæstum falið að dæma menn í fangelsi og jafnvel til langra fangelsvistir. Finnst þér þetta víðtæk heimild þar sé að finnst þér að samfélagsþjónustu úrræðið eigi ekki að ná yfir glæpi sem kalla á 2 ára refsingu? Það er tvennt í þessu. Í mínum huga snýst þetta annars vegar prinsippið að dómstólar eigi að hafa þetta úrræði að dæma menn í samfélagsþjónustu í stað þess að dæma þá í óskilorðsbundið fangelsi ef að það þykir hæfa. Svo í öðru lagi þá er þetta líka ef við sleppum prinsippinu og förum út í alvarleika brota þá er það náttúrulega mín reynsla að þegar dæmd refsing sem í kringum 12 mánuði, ég tala nú ekki lengri en 12 mánuðir, að þá er þar eðli máls samkvæmt að ræða mjög alvarleg brot. Þannig að menn fá ekki svona langa fangelsisdóma nema alvarleg brot að ræða. En svo náttúrulega líka gert ráð fyrir því í sambandi við þessa samfélagsþjónustu alltaf sem hægt að þar sem hægt að breyta óskilorðsbundnum dómum í alltaf 2 árum í samfélagsþjónustu að það sé hægt að leggja saman dóma, kannski fleiri en 1 og ég veit ekki hvort það fleiri en 2 og leggja þessa refsingu saman og menn getur þá tekið þetta út í samfélagsþjónustu í einu lagi. Þannig en vandamálið er bara það líka að maður veit í raun og veru ekkert hvernig staðið er að framkvæmd þessara mála hjá framkvæmdavaldinu. Það hvílir algjör leynd yfir þessu, þetta er einhliða ákvörðun sem tekin bak við luktardyr Fangelsismálastofnunar. Er það einhver nefnd sem skipuð? Það í raun og veru bara lögin segja að Fangelsismálastofnun taki ákvörðun hvort að menn fái samfélagsþjónustu eða ekki. Það eru bara starfsmenn stofnunarinnar? Já, það er bara starfsmenn stofnunarinnar og Fangelsismálastjóri ber náttúrulega ábyrgð á því og örugglega einhverju lögfræðingar sem að fara yfir þetta allt saman. Þannig að þessi leynd, maður veit í raun og veru ekki fyrir hvers konar brot menn fá samfélagsþjónustu það sem er búið að dæma því óskilorðsbundið fangelsi, maður veit í raun og veru ekkert það. Og þetta sjálfur sér, vegna þeirra leyndar sem hvílir yfir þessu, eins og bara með leynd almennt, að þá er þetta til þess fallið að skapa tortryggni. Hvað er að gerast þarna? Þess vegna þarf í mínum huga að upplýsa þessa framkvæmd alla og þá svo maður gerir sér grein fyrir því hvað þarna er á ferðinni. Og þannig að þetta er eitthvað svona sem að mér hugnast alls ekki, svo ekki sem vera sagt. En nú er þetta úrræði búið að vera til stað síðan 1995. Það eru 30 ár.
Það 30 ár. Það þetta stór og mikil orð þegar fyrir hæstaréttardómari sem nú eiginlega hinn eiginlega stjórnlega dómstóll okkar, ef ég leyfi mér að fullyrða það stjórnarskrárbrot að ræða. Það þá, þetta úrræði til staðar með framlengingu til 2027. Já. Hægt að una við það, þá óvissu sem að þú fullyrðir að sé uppi? Nei, ég tel svo ekki verið, ég tel náttúrulega, það hefði náttúrulega aldrei hægt að taka þetta upp í því formi sem að gert var hérlendis og því betra, því fyrr sem þessu fyrirkomulega breytt á réttan veg eins og ég tel að hann eigi að vera, því betra þeim betra. Og það vakti nú sérstaka athygli mér þegar ég fór nú aðeins að skoða þetta og við ræddum saman að í þessu síðasta frumvarpi sem varð að lögunum núna 2024 þar sem að þessi heimild hækkuð upp í 2 ára óskilorðsbundið fangelsi að sæta samfélagsþjónustu, að þar tekið sérstaklega fram í athugasemdum að þetta fyrirkomulag, alltaf 2 ára óskilorðsbundið fangelsi, að það gefi ekki tilefni til að skoða sérstaklega samræmi við stjórnarskrá. Og þetta vakti nú sérstaklega athygli mína vegna þess að ég til þetta brjóti bága við aðra grein stjórnarskrárinnar aðskilað dómsvalds og framkvæmdarvalds. En líka sérstaklega menn þurfi að taka það sérstaklega fram. Já, þetta í mitt og að mínum hatt þetta hálfránt að þetta þarf alveg sérstaklega að skoða og breyta í mínum huga. En síðan líka athyglisvert að í þessu frumvarpi þarna frá síðasta ári þar sem að þessi heimild var aukin svona ríflega, að þar sagt að dómsmálaráðherra stefni að heildarendurskoðun fullnustukerfisins og í þeirri vinnu verði meðal annars tekin afstætt til fyrirkomulags og umfangs samfélagsþjónustu. Og þetta náttúrulega gleður mig að sjá að ég líti á að þarna eigi að fara fram heildarendurskoðun á þessum málum. En það inn í langri framtíð og þangað til verða margir sem að munu fá þessa... Já, en ég bara legg áherslu á það að þessari vinnu verið hraðað og þessu fyrirkomulagi breytt í eðlilegt form. Eitt að löggjafinn tækja sér rögg og ef hann sammálaður og breytið þessu. Hitt það að ef að lög ganga í berhögg eða brjóta í bágu stjórnarskrá, þá höfum við dómstólana til þess að kveða upp úr það. Engin leið að fá þetta tekið fyrir hjá dómstólunum þannig að það sé hægt að taka afstöðu til þess til þeirra laga sem að þó eru í þinginu eða hafa komið frá þinginu? Já, sko það engin leið að dómstólar taki þetta fyrir nema á þetta reyni. Einhver ber þetta upp við dómstóla og við skulum segja svo að einhver dómþoli sem að sækir samfélagsþjónustu og fær höfnun, hann getur kært ákvörðun til ráðuneytisins. Nú veit ég ekki hvort að eitthvað á það hafi reyndið í ráðuneytinu og ef ráðuneytið staðfestir ákvörðun Fangelsismálastofnunar þessa höfnun, að þá ætti viðkomandi að geta borið þessa ákvörðun til dómstóla. En það hefur aldrei verið gert, þannig að það hefur aldrei reynt á þetta. Það í raun og veru engin annar heldur en dómþoli sem að teldi á sig brotið með því að fá ekki þessi ívilnun. Nei, ekki nema einhver sem hefur hagsmuni að gæta, lögvarna hagsmuni að gæta. Í grunninn þetta bara, það ekki nauðvörn kerfisins að því að við höfum ekki nægilegt rými til þess að í raun sinna þeirri eftirspurn sem myndast í kerfinu út af öllum dómunum? Jú, það raun og veru sko þessi kenning mér sem ég setti fram 1998 að samfélagsþjónusta væri raun og veru beitt sem stjórntæki af hálfu Fangelsismálastofnunar og ég segi að það hafi raun gerst að það raun og veru sko viðurkennt þegar heimildin var aukin úr 12 mánuðum í 2 ár. Þá var það beinlínis viðurkennt í lögskýringargögnum að þetta sé gert þess að stytta biðlista. Þannig að þarna komið sönnun þess að þetta notað sem stjórntæki. En þú hefur enga skýringu á því af hverju menn ákveða að fara allt aðra leið heldur en aðra þjóðir, bæði hvað var það að fela þetta framkvæmdarvaldinu og hins vegar þessi rosalega lengd á dómuna sem að falla undir þetta. Ég hef enga skýringu á þessu bara alls enga skýringu á þessu hvers vegna þessi leið var farin hérna og
hvers vegna þetta hefur stigast í að verið aukið og allt upp í 2 ára óskilorðsbundið fangelsi. Ég hef bara ekki nokkra einustu skýring á því og það er engin skýring gefin svo sem að því sko í þeim lögskýringagögnum sem hafa fylgt þessum lagabreytingum, ekki nokkur einasta og það er ekkert farið út í þá miklu vinnu sem átti sér stað hjá þjóðþingum annarra landa að fara í gegnum þetta. Það er vísu sagt alveg þarna þegar þetta var upphaflega til skoðunar á Alþingi og meira að segja og Alþingi vissi það þetta var búið að taka þetta upp mjög víða í Evrópu og alls staðar var þetta úrræði á hendi dómstóla en þrátt fyrir það segir bara í lögskýringagögnum er ákveðið að hafa þetta öðruvísi hér. Við erum kannski snjallar en aðra þjóðir, það getur vel verið að svo sé en ég efast það. Já, það er alltént afskaplega athyglisvert að fara í gegnum þessa grein hér í afmælisriti Markúsar Sigurbjörnssonar Helgi og þakka þér fyrir að mæta hér til mín og ræða þetta við mig. Ég mun fylgja þess eftir og ræða við dómsmálaráðherra því ég næ samtali við hana eða aðra ráðherra ríkisstjórnarinnar sem að verða stoltið tregið til að setjast í þennan stól sem að þú ert í þennan daginn. Takk fyrir komuna. Takk fyrir mig. Ég mun heyra í Þorbjörg Sigríði Gunnarsdóttur og knýja svara þetta og við munum fylgja þessu máli eftir. Það eru auðvitað stórtíðindi þegar fyrrum dómari við Hæstarétt segir að löggjöfin okkar stangist á við sjálfa stjórnarskrána. En við erum ekki alveg hægt í dag. Það eru ekki bara stórtíðindi úr íslenskri lögfræði og íslensku vinnumarkaði. Það leikur alltaf reiðiskjálfi í Evrópu, Asíu og Bandaríkjunum vegna öryggismála, öryggisógna og stríðandi fylkinga vítt og breytt heiminn. Albert Jónsson, fyrrum sendiherra, hefur komið víða við þegar kemur þessum málum og við ætlum að ræða hér saman næstu mínúturnar það hvað Donald Trump hyggst fyrir, hvernig hann sér fyrir sér úrlausn deilunar í Úkraínu og margt fleira. Fylgist þið með. Vá, þetta lítur vel út. Ok, allt að gerast hérna, þetta er orðið alveg ótrúlega. Nice. Erum við ekki með ógeðslega rætt internet? Fáránlega útbreitt farsímakerfi? Þetta er að vera hjá símanum. Bara nice. Yes. Kveikja á öllu, brettu perma, koma svo. Upp á tærnar, halda fókus núna. Þetta er ekki skemmtistaður, það er fullt af fólki að stóla á okkur. Því að hafa allt á einum stað er bara svo nice. Hraði, skemmtun og þjónusta. Þú getur meira með símanum. Ímyndaðu þér heim þar sem eru engar hindranir og engin takmörk. Opnaðu á alla möguleika með alrafmögnuðum Kia EV9. Askja. Við þökkum Helga Jónssoni fyrir hæstaréttardómara fyrir komuna hingað. Hingað er hins vegar kominn gestur á öðru sviði sem er mikið í fréttum þessa dagana. Það er Albert Jónsson fyrrum sendiherra, hann er okkar helsti sérfræðingur í varnar- og öryggismálum, leyfi ég mér að segja, og hann býr líka yfir þeirri einstæðu reynslu að hafa starfað bæði í Washington og Moskvu sem sendiherra en líka komið mörgum verkefnum, ekki síst í Washington á árum áður þegar hann starfaði sem hermála ráðgjafi eða fulltrúi í forsætisráðuneytinu. Er það ekki rétt? Utanríkismálaráðgjafi, já. Mörg ár. Þú hefur nú ekki getað frástöðu strókið síðustu árin út af öllum þessum risaatburðum í tengslum við bakslaganginn í Vladimir Putin og kannski núna síðast bakslaganginum í kallinum í Hvíta húsinu. Hvernig horfir þetta við þér núna þegar að Trump er tekinn við og einhvern veginn hann berst við menn á bæði borð? Já, sko, ég ákvað núna að elda hann ekki og í allar hólur eins og sagt þér. Hann hefur mjög gaman að því, sko, að hafa alltaf frumkvæðið og grænlandsmálum daginn og mér fannst dansk stjórnvöld verið einum og gjörna og elda núna í hólurnar, sko. Og þannig að ákvæða að elda hann ekki en taka svona hvert mál fyrir sig og hafa afstöðu til þess ef ég væri í beðinu það. Halda róminni. Og þá skulum við bara taka... Það reynir á, sko, þegar Trump var að halda rósinni. Ég segðu Mette Frederiksen það. Það reyndist einmitt erfitt með grænlandsmálin. Byrjum bara þar, áður við kannski horfum á Úkraínumálin og þessar tilraunir sem að menn er að gera núna til þess að koma einhverjum hreyfing á hlutina. Hann stígur þarna fram á grundvelli reynda fyrirspurna sem að lagður fyrir hann og hann útilokar bara ekkert varðandi Grænland, hann langar bara að kaupa stærstu eyju í heimi. Hvað er hann að fara með þessu? Og þetta var í annað sinn, sko. 2019, fyrir að kjörtíðanbyrnu, þá var hann
líka slengdi fram þessari hugmynd og dönum til mikill að gremju, að sjálfsögðu, eins og nú. Já, sjálfur sem veit maður ekki alveg nákvæmlega hvað hann gengur til, vegna þess að það blasir ekki af hverju þau þurftu að ná stjórn á Grænlandi. Þeir hafa allt sem þeir vilja á Grænlandi og Grænlendingar margoft sagt og það bara blasir við í öllum aðstæðum að ef Bandaríkjamenn vildu fá meira, hernaðaraðstoð, meiri viðskipti eitthvað, þá yrði það auðsótt. Þannig að þeir eru með varnarsamning, Grænlendingarnir, er það ekki frá 51? Þeir eru með ekki varnarsamning, það er samningur hvernig Bandaríkja her getur notað aðstöðu á Grænlandi. Sínar aðstöðu, já, og er með aðstöðu. Já, þeir eru með stóra herstöðu mjög norðarlega, heitir Pituffik núna á grænlensku, þetta á Thule. Og þar eru stórar ratsjár sem fylgjast með yfir pólinn vegna þess að til þess að sjá eldflaugar, kjarnorkueldflaugar sem kæmi yfir pólinn ef það væri árás í gangi eða í farin af stað á Bandaríkin. Þannig að þetta er líkil hlutverk Grænlands og snýst auðvitað trúverðuleika fælingarinnar, þau getur sýnt andstæðingur fram að við munum sjá strax og þú gerir eitthvað og munum fylgjast með öllu, þá hefur það áhrif á trúverðuleika stefnunar og heldur þá aftur á andstæðingum, þetta er hugsað svona. En hvað í ósköpunum er það þá að fara? Einhverju hafa nefnt að Danir hafi mjög vanrækt sjálfir yfirráðasvæðið sitt Grænland, þarna er mjög fámennt lið hermanna og vanbúið. Er hann að eggja menn til þess að taka meiri þátt á þeim vettvangi eins og hann hefur verið að gera bara almennt í NATO-samstarfi? Já, sko, það var mjög áhugavert 2019. Að þá komu hingað til lands 2 áhrifamenn bandarískir. Í febrúar kom utanríkisráðherrann, Pompeo hét hann, utanríkisráðherra Trumps. Og haustið í september kom hvorki meira en minna en Pence varaforseti. Ég veit ekki á hvernig degi sem var svona, sjálfsögðu hvítir hrafnar koma frá Bandaríkjunum hingað og reynda mjög sjaldgæft, sem sérstætt út af við vorum mjög mikilvægir fyrir Bandaríkin í langan tíma. Og þá var áhugavert sko að ég fór ég sá að hann væri að koma, Pompeo, fór á netið og það er alltaf svona briefing sko og talar ónefndur háttsettur embættismaður sem þá utanríkisráðherrann við nokkra blað og fréttamenn á símafundi. Og þá kemur í ljós að hann ekkert að koma hingað út af Rússum eða eitthvað slíkt, hann var fyrst og fremst að koma út af Kínverjum. Bara samkeppninni við Kínverjum. Og svo kemur Pence og þá var tekið enn skýrar til orða þetta. Hann beinlínis varaði íslensk stjórnvöld og Íslendinga við að koma nálægt Huawei fyrirtækinu, mjög stórt eins og þú veist, kínverskt fjarskiptafyrirtæki sem að Vodafone nú reyndar í viðskiptum við Huawei, en hann varaði við þessu og þeir voru að vara við Huawei út allar jarðir. Og svo varaði hann við og beinlínis bað íslensk stjórnvöld að taka ekki þátt í svokallari belt og braut áætlun. Sem er innviða bygginga áætlun Kínverja út bara víða veröldnast. Var einhver hætta á því? Já, það var svona eins og fátum svör, ég meina það hafði borist erindi, en svo kom í ljós að það stæði ekki hugur íslenskra stjórnvalda til þess og engin hagsmunir sem blöstu við sko, en allavega þetta var það tvennt sem hann sagði. Þannig að Grænland er líka partur af þessu, þessari samkeppni sem við Kína og hún er náttúrulega vaxandi milli Kína og Bandaríkjanna. Nýr utanríkisráðherra Bandaríkjanna sagði daginn, alveg réttilega, hann sagði sko saga 21. aldar verður saga samkeppni Bandaríkjanna og Kína. Kína er annað voldugasta ríki heims. Og lang fjölmennasta af samkeppnisaðilum Bandaríkjanna. Indverjar eru fleiri en Kínverjar eru margfalt fleiri heldur en Bandaríkjamenn. Já, og sko Bandaríkjamenn haldi horft framan í svona öflugan andstæðing sem sko Kína er náttúrulega verulegt herveldi og herveldi þeim skilning geta sótt sífellt meira og lengra út á hafið, fjær Kína og þeir eru líka, sem Sovétríkin voru aldrei, þeir eru líka hátækniveldi, viðskiptaveldi og þannig að þeir mælast á öllum sem mæli, sko Sovétríkin voru bara herveldi og svona stórt landveldi átt, náttúrulega, en ekkert meir en það. Þannig að Kína er langa öflugasti andstæðingur sem Bandaríkjanna hafa nokkuð tíðan hort framan í hann. Ég vil ekki tala andstæðing, sko, keppinaut.
En þetta snýst undirtök í alþjóðakerfinu og mun verða dóminerandi þáttur í alþjóðamálum á þessar öld, það alveg rétt. Hann var hér í viðtali hjá mér fyrir skemmstu Eldur Ólafsson, forstjóri Amarok Minerals, sem að vinna gull og fágætismálm úr jörðu á Suður-Grænlandi. Hann segir að Bandaríkjamenn séu stöðustu vandræðum því að þeir geti ekki einu sinni smíðað herþoturnar sínar öðru í svona stóla og málma frá Kínverjum. Já, þeir kaupa mikið af þessum rare earth minerals frá Kínverjum, það alveg rétt, en þessir málmar eru nú víðar reyndar sko, Úkraínu og dæmislega, ekki mikið af þeim þar, en í Grænlandi er mikið af þessum málmum. Málið er bara það að í Grænlandi skortir eiginlega alla innviði, bara vegi, og þaðan enn meira mæli þaðan af flóknari og stærri og dýrari innviði og grænlendingar hafa farið á fjörurnar við aðila í Bandaríkjunum og varðandi þessa málma og svarið þeirra að stúdera svarið bara þetta er ennþá of dýrt. En síðan eru bundnar vonir við það með hlýnun jarðar og bránun á norðurslóðum að þá aukist aðgengi að þessum málmum. Þannig að þetta á nú væntanlega eftir að breytast og það líka eins og þú segir, eftirspurnin er mjög mikil. Hún hefur auðvitað áhrif á hvernig menn horfa á kostnaðinn við að sækja málmana. En þetta er ekki alveg að bresta á eins og ég skilði það. Þannig að þetta mál með fágætismálmana á Grænlandi, það er ekki stóra málið þegar Trump segir ég vil kaupa eyjuna. Já, ég náttúrulega veit ekki hvað var stóra málið í hans huga en allavega veit ég það að þeir bandarísku aðilar sem málið þyrftu að láta málið til sín taka, að þeir eru ekki tilbúnir og þetta eru ástæðurnar og það eru mjög sennilegar sko. En varðandi Kínverjana, 2019 þá gerist það að, þú varst að tala að Danir hefðu vanrætt Grænland, þá gerist það að menn vakna fyrir það að það eru kínversk fyrirtæki að fara að byggja flugvelli á Grænlandi. Og þá var nú farið í málin í Washington og haft sambandi kaupmanna og það endaði með því til að gera langa sögustutta að Danir sögðu við grænlendingarna burt með Kínverjana, við skulum út að fjármagni í þetta og kínversku fyrirtækin voru látin hætta. Mjög interessant sko. Og þetta auðvitað það sem við megum búast við í síauknum mæli á norðurslóðum þessar samkeppni Kína og Bandaríkjanna og ef að bráðnunin eykst og við talum ekki um Íshafið opnast og annað, þá koma bara Kínverjarnir inn í okkar heimshluta. Þeir að reyna að helga sér svæði með viðskiptalegum hagsmunum, með innviðum. Meðal annars, já. Stórskipahöfn fyrir norðan. Já, eftir kannski svona 50, 60, 70 ár, þetta er svona tímarammi, en ég meina ef að það gerist, og það eru vísindamenn sem segja að það muni gerast á næstu áratugum, að það opnast Íshafið, þá breytist heimurinn. Þá var komið siglingarleið milli Kyrrahafs og Atlantshafs og við náttúrulega þá í leiðinni. Þannig að þetta er mikið framtíðarmúsík að sjálfsögðu. Hvað til að ræða aðeins meira við Kína hérna rétt og eftir en færum talið að Úkraínu, þar sem að þessar hryllilegu blóðsúthellingar eiga sér stað í austrinu. Og það virtist einhvern veginn engin leið út og maður sá þetta bara nánast eins og að Rússarnir væri að taka Úkraínu með ostaskera, auðvitað með gríðalegu mannfalli og tilkostnaði. En það sást engin lausn í sjónmáli, það skipti einhver máli hversu mörgum eldflugum var mokað inn í Úkraínu frá vestri eða fleiri herflugmenn þjálfari eða hvað það var, þeir virtust ekki ná að brjóta Rússana bak aftur. Nú kemur Trump þarna inn og hann reyndar sagði sem hann stóð ekki við að hann myndi stilla til friðar á einum degi, það ætlar að taka lengri tíma, en það er verið að hræra í pottunum. Hvernig horfir sú eldamennska við þér? Já, í stuttumáli þá horfir það nú við mig þannig að ég bíð ennþá eftir að sjá einhverja friðar áætlun frá Trump-stjórninni og þetta er svo löng saga, má ekki gleyma þetta er aftur 2014 og Vesturlönd hafa brugðist Úkraínu verið að vinna allan þennan tíma. Þegar þeir taka Krímskaga? Já, þeir taka Krímskaga, þeir traðka á öllum alþjóðalögum, öllum normum, trakk á eigin undirskriftum allar jarðir og viðbrögð Vesturlanda voru vægast sagt bara ömurleg, hryggileg. Barack Obama, hann beindi, hann snýr sér bara í hináttina? Já, hann forseti Bandaríkjanna þá, en ég meina Evrópuríkin gerði ekkert fyrir í júlí þegar að rússar eða leppar rússa í austurhluta Úkraínu skutu niður farþegaþotu. Í henni voru 200 hollendingar, þá fór hollenska stjórnin á stjá og sagði við Evrópuríkin og spyr ekki, við getum ekki beðið með þetta, það verður að gera eitthvað og þá var farið að herða á viðskiptaþvingunum Hvað áttu þeir að gera 2014 ef þú hefðir ráðið för?
þá áttu náttúrulega að taka á málinu og setja allt í gang og láta Úkraínum byrja að vígvæða úr Úkraínu og styrkja úkraínska herinn og þjálfan og gera allt sem þetta og síðan beita þetta viðskiptaþvingunum á mjög ákveðnum hætti. Þetta var svo skýlaus og gróf brot og auðvitað það hefði ekki sést í sögu Evrópu í áratugi, ekki síðar í heimsstyrjöld. En trúðu með því að hann myndi bara láta staðar numið með Krímskagan, að menn myndi segja, þetta bara fórnarkostnaðurinn? Já, svo hefur farið í þessu svokallaða Minsk-samkomulag, það var gert 2015 og það bara hélt ekki og Rússarnir virtu það að vettugi þegar á reyndi og svo kemur fram á 2020-2021 og þá teiknin komin að það verið að undirbúa innrás í Úkraínu. Þegar liðsöfnurinn hófst í norðri og austri í janúar og febrúar innrásar árinu, trúðirðu því að hann myndi láta til skara skriða? Já, sko, þetta að byrja þarna sumarið og haustið, 21, og ég og fleiri sögðum, já, hann þarf ekki að gera þetta, vegna þess að hann hefur að hann vill mikil töglahaldur í Úkraínu, en þetta var ekki svona einfalt og sko, þetta snýst frá sjónarhólinn Rússa, þetta snýst áhrifasvæðið. Okay. Sphere of influence heitir það á ensku, mjög gamalt fyrirbæri. Og Rússar hafa stundað þetta sko á hundruðu, útþenslu stefnu, yfirgang, gagnvart nágrönnum. Kunna þannleik. Já, löngu áður en NATO til og þetta ekki það að gera í grunninn. En mjög mikilvægt atriði, þegar þú talar áhrifasvæði, að stjórna því hvert ríkin á áhrifasvæðinu geta snúið sér, hvert það geta farið erlendis. Ráða yfir utanríkis og öryggismálastefnu viðkomandi ríkis. Það áhrifasvæði. Og ein krafa Rússa núna og hefur verið að NATO aðild Úkraínu verið útilokuð. Sem hefur verið til umræðu í 2 áratugi? Já, en núna náttúrulega með þeim formerkjum að það er stríð í gangi og við á að fara að tala vopnahlífana og þá skilyrði fyrir vopnahlífanu að NATO aðild Úkraínu sé útilokuð. Og þetta er náttúrulega klassísk krafa hjá ríkið sem að reyna að koma á eða viðhalda áhrifasvæði. Ef þú ræður ekki yfir því í hvaða bandalega aðri ríkin áhrifasvæðin ganga eða í bandalega yfir höfuð, þá ertu ekki með neitt áhrifasvæði. Og Úkraína, stóra ríki, og hefur verið djásnið í krúnunni. Og var það í Sovétríkjunum líka. Og þannig að þetta svona grundvallaratriði í stefnu Rússa og eins og ég segi á sér langa forsögu. Næst þá friður að þessu sinni nema að áhrifasvæði Rússa verði tryggt inn á landamæri Úkraínu? Sko, ég held í fyrsta lagi að ef það verður eitthvað úr þessu, að þá það vopnahlé. Friðarsamkomulag kallar á að leysa svo mörg erfið mál að ég held að það mun ekki ganga, minnst ekki fyrstu hatrinu. Meðal annars landsvæði sem búið að taka? Landsvæði, stríðskaðabætur, ásakanir stríðsklæpi, alþjóðadómstóllinn, handtökuskiltilskipanir og það þarf að leysa svo margt ef það ætlar að komast að eiginlegu friðarsamkomulagi og svo augljóslega mun aldrei verða samþykkt friðarsamkomulag sem felur í sig að 20% Úkraínu til Rússland eða einhver líðveldi leppríki Rússa. Þannig að mér finnst miklu líklegra ef einhvað kemur og þá verður það vopnahlé og þá skiptir náttúrulega mjög miklu máli hvernig búið verður hnútana og hvað tekur við og hvernig fullveldi Úkraínu og öryggi verður varið eftir vopnahlé, hvar vopnahlínan liggur og svo framvís og framvís. En þetta hægt og menn auðvitað benda á dæmið Kóreu. Þar var sami vopnahlé 1953 sem stendur enn. Og í skjóli þess hefur Suður Kórea orðið eitt af efnuðari ríkjum heims, að lýðræðisríki, smá hyggstar við en þeim hafa haldið lýðræðinu, núna nýlega og náttúrulega bara talandi dæmi yfirburði lýðræðisins og markaðshagkerfisins og réttaríkisins samanborið við ríki fyrir norðan landamæri, Norður Kóreu sem allir vitar og ömurlegt einræðisríki og harðstjórnarríki sem getur ekki einu sinni fætt fólkið sitt. Nei. En Trump inn í þetta... Vopnahlé mögulegt, meiri sér sem langtímaðalaust, en það þarf náttúrulega að bakka það upp með mikil getu, hernaðargetu.
Trump fer inn í þetta mál úr mjög óvænt rátt. Hann fer að kalla Zelenski einræðisherra, hann svona ber í víurnar við Pútín, hann ákveður að byrja samtalið í Sádi-Arabíu við Rússana einhliða. Hann segir nú bara við Evrópubúana, gleymið því að þeir fá að taka þátt í þessu samtalið, þeir skiptir ekki máli. Hvers konar taktík þetta? Er þetta það sem að menn kalla Mad Men nálgunin sem að stundum tengt við Nixon heitin? Ég veit það nú ekki, sko að Bandaríkin sem einhverja Mad Men stefnu, það náttúrulega ekki mjög uppörvandi fyrir alla aðra, sko. Og hvað til hvers sem Bandaríkin mesta herveld og stórveld í heimi og akkur þurfa það að láta svona, þurfa þau að láta svona. Nei, ég meina, sko, það sem Trump hefur gert, Trumps stjórnin, hann og landóknaráðherrann, þeir hafa, sem alveg furðulegt, þeir hafa gefið eftir stór atriði. Þar á með þess að ég var að tala áðan að áhrifasvæði snýst það að ráða því hvert ríki geta farið. Og þeir að gefa eftir aðildina NATO. Þeir að kostu því út og kröfu strax. Já, þetta krafa Rússa, við viljum hlutlaust á Úkraínu. Og annað líka að það verður bara aldrei lengt að ná í þessi 20%. Nú ekki að segja að það sé raunsætt, Zelenski hefur sjálfur sagt að við erum ekki hernaðarlega burði núna til þess að taka þessi 20% aftur af Rússum. NATO-málið mjög erfitt, það 32 ríki að vera samanlega, þetta vita allir, en þú gefur þetta ekki, skilur, þú segir ekki við mótæðara, já þú bara mátt að hafa þetta, forever, sko. Það eftirgjöf, og hvað ætlar að fá í stað, ekki fengi neitt í stað. Þannig að menn furða sig á þessu, skiljanlega. Og ekki rétt að það þarf, eins og þú segir, að hafa mikla hernaðargetu til að forða því að Pútín fari, eða hans menn fari bara aftur af stað? Jú, eftir einhver ár, þegar það er búin að endurreisa herinn, rússneska herinn eftir hrakvarirnar í Úkraínu, þá kemur svo hætta við. Og þá þarf að búa þannig hnútan eins og ég sagði að Úkraína geti varið sig. Hverjir geta gert það? Sjálfsögðu þeir einu sem geta það, þeir eru Evrópuríkin og Bandaríkin. Það snýst vopn og þjálfun og upplýsingar og annað þess að. Getur Evrópa gert það án Bandaríkjana? Sko, Evrópa getur náttúrulega gert fullt af hlutum án Bandaríkjana. Evrópuríkin eru auðug og fjölmenn en þetta snýst náttúrulega ekki bara einni nóttu að finna fullt af peningum og kaupa vopn og þjálfa fólk og allt það. Þetta tekur langan tíma. Og annað líka að Evrópuríkin eru með svona tiltölulega lítið svigrúm til að gera stóra hluti í þessum efnum vegna þess að skattahlutfall nú þegar hátt og þjóðarútgjöld eru þegar hátt hlutfall af ríkisútgjöldum, af þjóðartekjum. Þannig að svigrúm ekki mjög mikið til að sækja peninga og setja þá í hervarnir, en það það sem þurfa að gera. Mette Frederiksen fyrrnefnd, hún fer á neyðarfund í París og hún kemur tilbaka og segir kaupa vopn. Og við þurfum að gera það núna, ekki á morgun. Nei. Og þó við fáum ekki bestu vopnin, þá þurfum við að kaupa það núna. Og maður spyr sig, af hverju taugaveiklun svona rosaleg? Sko, náttúrulega Evrópuríkin líka vita upp á sig ákveðna skömm í þessum málum, sko. Það með sérstaklega Danir og fleiri. Það hafa vanrækt þessi mála öll í áratugi. Þjóðverjar í skelfilegri. Já, þýski hefum verðfama áraðan bara talin óstarfhæfur, meira og minna. Þannig að það líka eftir svona vikvænt mál, sko. En eitt af því sem Trump náði fram á fyrra kjörtímabilinu var að ýta við þessum ríkjum og þau juku verulega framlög til landvarna, en hafa samt þriðjungur ekki staðið enn við eigin ákvarðanir, sameiginlegar ákvarðanar bandalagsins í því efni. Þeir kveintu sig mjög undan þessu kröfum. Já, en hann hafði þetta fram og núna telur hann sig geta náð meiru fram í þessu efni, en það breytir ekki því að ef á að semja eða að binda enda átökin öllu heldur í Úkraínu, þá þarf mjög mikinn stuðning frá Vesturlöndum, frá Bandaríkjunum og Evrópuríkjunum. Evrópuríkin gætu tekið þetta sjálf, en það er erfitt mál að það taki ykkur ár. Og það fullreynt að það verður ekki hægt að hrinda sókn Rússa. Það er engin leið að búa þannig hnútana að þeir verði bara svældir aftur. Taka þessi 20% aftur, það væri mjög erfitt. Það er bara eins og Zelenski sjálfur sagt, þannig að það bara staðreind málsins. En rússneski herinn, þú hefur áður sagt að hann sé í mólum eftir þetta sé allt í klessu. Af hverju ekki hægt að hrekja á flótta her sem í mólum? Vegna til dæmis bara til að hrekja her á flótta, það er 3 móti 1 yfirbörðum, með mannskap og græjum. Úkraína hefur staðið sem mjög vel í þessu stríði, en hún bara miklu minna og fámennara ríki heldur en Rússland.
það svo byrjir á þeim staðreyndum, en að hrekja þá í burtu, þetta náttúrulega, þeir náðu mest af þessum 20% í upphafi stríðsins, sko. Gerist hratt. Já. En síðan segja ógæfi liðina í rússneska herinn og hann er í málum og Úkraínustríðið hefur afhjúpað grundvallar veikleika í rússneska hernum, ekki bara hernum í Úkraínu, og grundvallar veikleikarnir eru augljóslega þjálfun, stjórnun. Breskur hershöfðingi fyrrverandi sagði fyrir að her sem getur ekki farið í það sem kallað samræmdar aðgerðir, combined operations, samspil flughers, landhers, og það ekki nútíma her. Rússarnir hafa aldrei í Úkraínu sinni farið í samræmdar aðgerðir, aldrei. Það forsenda þess að brjótast í gegn. Þess vegna eru þeir með það sem kallað sko, þeir nota bara mannskap, sko. Já. Það bara sótt fram mannhaf. Já, ekki mannhafir á það nú ekki lengur, en það ekki sem sagt bryndrekar og skriðdrekar í samvinnu við flugher og þyrlur og svo framvegis. Ef Rússarnir hefðu ekki kjarnorkuvopn, og þetta merkir að Úkraínumennir hafi gefið kjarnorkuvopnin eftir 95 ef maður rétt. Ef þeir hefðu ekki kjarnorkuvopnin, væru Evrópuþjóðirnar og Bandaríkjamenn farnir á eftir þeim? Rússanum? Já. Nei, það held ég ekki. Myndu ekki gera það? Nei. Menn geta nú bara hort á söguna og stríðið náttúrulega dýrt spaug og kjarnorkuvopnin breyta ekki mjög miklu í þessu efni. En eitt varðandi þessa mögulegu fríðarsamninga, nú hefur Trump farið og gert tilkall til fágætismálma og reyndar svona víðtækari auðlindaumræðu í Úkraínu, sagt þið þurfa að borga okkur tilbaka hér, hundruði milljarða eða þúsundi milljarða talið. Hann fer aldrei rétt með tölur, aldrei nokkuð tíma. Ekki frekar en við hér við þetta borð. Svo kemur fjármálaráðherra, hann skrifa grein í Financial Times og þeir eru að tala fyrir því að það verður komið upp svona fjárfestingarsjóði sem að Bandaríkjamenn stýri að stórum hluta. Eru þetta óaðgengilegar, eru þetta í þínum huga fáránlegar kröfur? Zelenski hafnaði því sko að það væri settur út sjóður sem Bandaríkjamenn stjórnuðu. En nú fundur á morgun, sem síðast ég veit, Zelenski fer til Washington og aðal umræðefni verður þetta. Þessi sjóður og hvernig ég kom að þessum fágætismálmum fyrir í einhverju hugsanlegri lausn. Og Bandaríkjamannum mjög umhugað það. En ég sá aðeins áðan inn á Sky News heima hjá mér áður en ég kom hingað að Zelenski var nú með blaðamannafund og var að setja fram einhverja kröfur að það yrði að vera meira og Úkraínumenn þyrftu að ráða meiru og hvað þetta varðaði og annað líka. Hann alltaf að tala að inn í samningum fágætismálmanna yrði einhvers konar öryggistryggingar og hann ekki útskýrt nákvæmlega hvað í þeim fælist. Þannig að þetta málun held ég ekki höfn en það á að gera einhvers konar verulega stóra tilraun til þess að lenda því á morgun. En hvernig á að gera það á þess að ræða síðan efnislega stríði sjálft og hvernig á að koma að binda enda á það, koma að vopnahlé eða einhverju meiru, það, ég var eftir að sjá það. En það verður spennandi að sjá hvað morgundagurinn byrja í skauti sig hvað þetta varðar. Pútín, þetta stórhættulegu maður, verður hægt að ná einhverju alvöru talsambandi við Rússa fyrir að hann bara horfinn á svið? Já, þetta svona góð spurning, sko. Trump hefur talað mikið og stundum stórkallalega hæfileika sína í þessum efnum og svo segja menn, já, býta, hvað planið, sko, og þetta að sjá það. Það ekki plan að segja að við skulum gefa eftir 20% af Úkraínu og NATO-aðildir, það ekki friðarplan, sko. Þannig að þá náttúrulega beinja sjónarmönnum, hvað segja Rússarnir, sko? Þeir náttúrulega hinn aðilinn, hvernig myndu þeir taka þeir í þessar hugmyndir allar og þeir náttúrulega mjög ánægðir með NATO-aðildina og útiloka hana og þurfi ekki að skila 20%-unum af úkraínsku landi og halda þessum 4 lýðveldum, eins og þeir kallaði, inn í þarna og stakka Rússland, alltaf. En þá var að vakna spurningin hvernig á að halda áfram, sko. Þannig að þetta engin lausn og Rússar eru ennþá með öll sín grundvallar markmið uppi. Þeir eru ekki breytt neinu. En þurfa þeir ekki að friða að halda, geta þeir með herinn í mólum og mannfallið sífellt meira, geta þeir haldið áfram í óbreyttu ástandi? Já, þeir náttúrulega ef að þeir geta haldið sínu, en aftur 20% og þá er það markmið út af fyrir sig. Aðalatriðið að á þessu stigi að þeir hafa ekki ennþá gefið neitt í skyn að þeir hafi breytt sinni stefnu.
að halda Úkraínu inn í sem áhrifasvæði og hlutlausu ríki og svo framvegis. Þannig að það vantar algjörlega útspilið frá þeim og eftir því kallað en þeir eru kannski meira pokerface heldur en Trump sem halda spilunum að sér, því að væntanlega, ég meina ef að þeir geta fengið samkomulag sem tekur ekki ómikið þannig þá hendar það, en eins og þeir eru á niðurlótum komnir, svo efnahagurinn að fara í vaskinn og það var nú eitt af því sem að Trump hótaði við innsendinguna, ef hann myndi ekki semja þá myndi hann leggja hérna inn í rúst. Já, vandið við Trump, hann segir svo margt og þetta er erfitt að henda reiður á hvað hann að segja á hverjum degi og hvað hann meinar, en það hefur veldur miklum áhyggjum það sem hann hefur gert að undanförnu, það sem hann sagði Zelenski, hver sökudólgurinn í Úkraínustríðinu, þetta er veldur skiljanlega áhyggjum meðal bandamanna. Fráleitar yfirlýsingar? Fráleitar yfirlýsingar? Já, fráleitar yfirlýsingar. Stuðningurinn við ályktunina í Sameinuðu þjóðunum, já. Þetta er náttúrulega bara hvernig þetta er í hag Bandaríkjanna, ég skil það ekki alveg, hvaða hagsmunir eru sem kalla á þetta og svo náttúrulega hriktir bara í NATO, bandalaginu, sem er nú áratuga gamalt og hefur reynst vel. Það hefur gengið á ýmsu í samstarfi Bandaríkjanna og Evrópuríkjanna í NATO, meðal annars og sérstaklega kannski út af fjármálum, en einnig út af kjarnorkustefnu og fleiru, en aldrei með þeim hætti að það sé efast undirstöðuna. Það raunverulegur ótti? Já, það áhyggjur af því núna, með það hvernig talað og þannig að þetta er svona viðkvæmt fyrirbæri, svona bandalag og efasemdir vilja Bandaríkjanna draga náttúrulega stórlega og trúverðuleika bandalagsins. Við skulum bara muna Rússar og þar á Sovétríkin eittu mikill atorku að reyna að sundra þessu bandalagi og eyðileggja það. En hafa ekki Bandaríkjamenn mjög mikla hagsmuni af því að halda í NATO þó að Evrópa sé kannski ekki aðal fókuspunkturinn hjá þeim? Já, en þannig náttúrulega þetta er ekki bara Trump, þessi hvað við segja álag á NATO, það var til staðar og það hefði haldið áfram jáfnvel þó Kamala Harris eða einhver annar orðið forseti í stað Trump. Af hverju? Jú, það er vegna þessara breytingar sem við tæftum á áðan sem birtast í því að Kína er náttúrulega stórveldi númer 2 í veröldinni. Alþjóðakerfið hefur tekið mjög miklum breytingum og Bandaríkjamenn vilja beina sinni atorku og fjármunum að samkeppninni við Kína. Eru þeir hræddir við Kína? Er þetta taugaveiklunarviðbragð að einhvern veginn að vilja láta Evrópu sjá sig sjálfa og að beina kröftunum, fjármunum? Það er mjög freistandi fyrir Bandaríkin og eðlileg krafa til Evrópuríkjanna. Nú erum við að fara að snúa okkur til Asíu, Kyrrahafi og að voldugum keppinu, sem við nota það orða fram. Og þið hafið alveg burði til þess að taka miklu meira á ykkur heldur en það hafi gert. Og það er allir sammála það. Hvað eiga Íslendingar að vera miklu til varnarmála? Eigum við að fara í 2,5 eða 5% af? Já, þá er spurningi eins og með þróunaraðstoð, hvað ætlum við að gera við peningana, Við erum ekki mannskap. Ekki bara millifæruna til Bandaríkjanna? Þannig að það er pólitísk spurning hvernig menn vilja verja peningana sína og hvert á að senda þá. En ber okkur ekki siðferðisleg skylda til þess eins og öðrum þjóðum? Nei, okkur ber ekki skylda til þess, Við erum ekki aðilar að samkomulagi, við erum aðilar að samkomulaginu í því skilningi að við gerðum ekki athugasemd við það, en það náttúrulega beindist ekki að okkur. Og við skulum ekki gleyma því að við höfum lagt heilmikið af mörkum í áratugi til samstarfsins sem orðið samstarf okkar á Bandaríkjunum og komið vel yfir áttrætt. Og þeir fengu hér gífurlega aðstöðu og frjálsar hendur meira og minna í sumum landshlutum í síðari heimsstyrjöld sem byrjað þá. Þannig að þetta er ekki alveg þannig að við höfum ekki lagt neitt af mörkum og síðan var nú sett heilmikið pólitísk kapital í varnarsamstarfið í Bandaríkin og aðildina NATO. Þannig að það má líta á þetta frá ýmsum hliðum en það er bara ekki praktískt að Íslendingar eyði 2-3% hvað er það, 100 milljarðar í hvað? Hvað að kaupa fyrir peningana? Já, það er svo heimspurning. Já, ég held að við ættum að setja í styrkja lögregluna á landamæraeftirlit og ein hugmynd kom nú nýlega frá fyrirverandi utanríkisráðherra, Landhelgisgæslunni, það sé góð hugmynd. Við höfum ýmislegt að gera og síðan náttúrulega búum við í stóru landi, ég má ekki gleyma því.
sko, Ísland náttúrulega skiptir heilmiklu máli fyrir Bandaríkjunum. Það er að tala NATO, sko, það er ríkt í NATO og annað, að það má mikið ganga á í samskiptum Bandaríkjana og Evrópuríkjana í NATO til þess að það færi að veikja samskipti okkar eða áhuga Bandaríkjana á okkur. Við erum nátengd öryggi Bandaríkjana. Þeir þurfa á þessari eigi að halda sem að... Já, þetta náttúrulega tengist norðurslóðum og kjarnorkujafnvæginu og fælingarstefnunni í Evrópu og skiptir máli. Það breyst auðvitað því að Sovétríkin hrundu og Rússland er ekki arftaki Sovétríkjanna og langt í frá en hagsmunir eru ennþá til staðar og við sjáum það bara á framkvæmdum hér og áhuga Bandaríkjamanna. En önnur spurning hvað við myndum vilja, sko. En ég vil nú ekki fara langt niður í svona ef-götu, sko. Ef og hefði. Rétt í lokin staðan á Gazasvæðinu, það er vopnahlé þar sem að heldur, það er tæft, miklu kannski tæpar heldur og fólk átt að sjá af umfjöllunum að dæma hér heima. Trump vill nú ryðja Gazaströndina og losa þetta fólk til annarra landa. Ísraelarnir þeir útiloka tveggja ríkja lausn eftir 7. október 2023? Já, sko, Ísraelarnir útiloka tveggja ríkja lausn við núverandi aðstæður. Hverjar eru þær? Það er ekki verið kosið í Palestínu núna í meira en 20 ár og Palestínu er enn sundruð í Gaza annars vegar og Vesturbakkann hins vegar. Og Ísraelsmenn skilja að segja, við hvernig eigum við að tala hérna? Hvernig eiga þessir aðilar að tryggja okkar öryggi vegna þess að tveggja ríkja lausn snýst það að ná samkomulagi landamærin og 1967 eftir 6. stríðið var samið það í prinsipinu að það væri hægt og hitt snýst það hvernig tryggja menn öryggi Ísraels. Og það náttúrulega eitthvað stjórnvald hinum megin sem að Ísraelsmenn vilja semja við og treysta. Heldur hryðjuverkamönnum í skefjum? Já, þetta er bara eitt svona nærtækt vandamál sem alveg óháð því hvað mönnum finnst á öðru leyti. Og bara þeir sem hafa komið í þennan heimsluta og sé hvað Ísrael er pínu lítið land, þeir verða náttúrulega að horfast í augu við það er bara eins og hverjum staðreynd. Þannig að ég held að Ísraelsmenn útiloka ekki tveggja ríkja lausn ef að þessi skilyrði eru uppfyllt og ef það er stjórnvald í Palestínu sem þeir treysta og nágrannar sem þeir treysta. Þannig að það er náttúrulega bara svo langur vegur að þetta verði. Heldur að Trump meina eitthvað með þessum þjóðflutningum? Ég veit ekki hvað Trump meinar, það er meira minna búið að hafna þessari hugmynd, sko. En bara enn og aftur, ég er ekki að réttlæta neitt sérstaklega hegðan Ísraelsmanna og ég hef sagt það í viðtölum og víðar að þeir hafa svo mikla hernaðarlega yfirburði á þessu svæði þrátt fyrir allt og að þeir fóru offari í þessu Gazastríði að mínu mati. En það breytir ekki þessum staðreyndum sem ég var að lýsa og að þeir þurfa þetta öryggistryggingar og þær þurfa að koma frá aðilum sem geta staðið við þar. Þeir ætla ekki að láta 7. október endurtaka? Nei, en svo við líka, forsendur mjög mikið breyst. Hezbollah eru meira minna horfnir í Líbanon, Hamas samtökin greinilega í mjög veikri stöðu. Araparíkin er ekki spennt fyrir Hamas samtökunum eða Hezbollah. Íran er lykilaðili, bakhjarl þessara Hezbollah og Hamas var Íran og núna er Íran í mjög veikri stöðu sem að veikist stöðugt að manni sýnist. Mjög veikir innanlands. Gæti klerkaveldið reiða til vals? Það er alveg hugsanlegt, já. Alveg hugsanlegt. Guð láti gott að vita. Albert Jónsson, þakkaði kærlega fyrir komin á þessa ágættu yfirferð. Þetta eru sístæð viðfangsefni og örugglega ekki síðasta orðið á milli okkar þessi mál sem hér hafa verið sögð. Okay. Takk. Það var ekki meira af vettvangi spursmála þennan föstudaginn. Við verðum hér að viku liðinni, þá verður komið í ljós hver verður nýr formaður Sjálfstæðisflokksins næstu árin og við munum fara yfir það hér með góðu fólki og hvetja ykkur til þess að fylgjast með því. En fram að því er það sjálfsögðu mbl.is og Morgunblaðið sem kemur glóðheitinum lúguna í fyrramálið og svo strax aftur á mánudagsmorgun.